Já, hér er blöndurás, 50 volta spenningjafi. Þetta er C1 hérna, C2 og C3, 2 mikrofarad, 3 mikrofarad, 4 mikrofarad og 50 volt. Við byrjum með því einfalda rásina, leggjum þetta hérna saman, það er svona 2 mikro og 7, 7 bara 3+4 og þá er hún raðtengd og þá þurfum við að gera svona ævintýri í þetta, 2 sinnum þessi, 2 sinnum 7, deilt með 2+7 eða 1 á móti og pluss 1 á móti er svona 4,9 eða 1,95. Þannig að þessi rás hér, ef við hendum þetta út, 1 til í staðinn, þá er hann 155 mikrofarad. Nei, fyrir ekki 1,55. Heildar inn til hérna 1,55 mikrofarad á rásinni hér. Og við þurfum að finna hleðsluna, hve margar rafeindir í þessu þétti. Q hérna, Q C sinnum U. Þannig að Q-ið hér er jafnt og C sinnum U. Og það er þá jafnt og 1,55 mikró sinnum 50 volt og það eru 77,7 mikrokolomb. Þetta er fjöldi rafeinda í þéttunum hér, 77,7 mikrokolomb. Og það er, hér fyrir ykkur straumur til að gera það, til að hlaða þessu rafeindir inn. Sá straumur er líka hérna, þannig þéttunum hér eru 77,7 mikrokolomb og í báðum þéttunum hér eru 77,7 mikrokolomb samanlagt. Við veitum hvað mikið hér eða hér. Og nú finnum við bara spennuna hérna yfir, C1 hérna. Nú grænt í það og það er bara spennan hér yfir, nú finnum við hana núna. Og það er bara U, C1, spenna yfir kapasítor 1, er jafnt og U hérna hendur yfir U, rímdeilt í hleðslu, er jafnt og svona og hleðslan er 77,7 mikrokolomb og stærðin á þéttunum er 2 mikrofarad og þetta gefur okkur 30 og eitthvað, 33 eitthvað deilt með 2, 38,9 volt og spennan yfir þessa báða hér, við veitum eins og bara að dreigja þessa spennu hérna 38,9 volt frá 50, þá fáum við spennuna hér yfir en til að reikna hana út, það er þá UC1, 2 hérna, það er sama hleðsla, 77,7 mikrokolomb deilt með rýmdinni hérna sem er 7 í það heila, af því að nú tökum við á þessum 1 þétti. Það er sama spenna yfir báða svo þetta. Þeir eru tengdir saman hér og saman hér, þannig að það er sama spenna yfir báða. Og þetta er þá 77,77 deilt með þetta er 11 volt, 70,77 deilt með 7, 11,1 volt hérna, 11,1 volt hérna. Þetta er samanlagt á ekki á 50 volt, það heitir að gera það. Þannig að spenna hér yfir er 11,1 volt. Svona. Og til að finna fjölda rafeinda í þessum þétti hér, eða þessum hér, þá vitum við spennun yfir hann, við vitum hvað hann er stór, það er bara Q-ið er rímd spenna. Þannig að Q hérna í C1, tökum við rautt í þetta, fjöldi rafeinda, fyrir ekki í C2 hérna, fjöldi rafeinda í C2 er þá jafnt og C sinnum U er jafnt og 3 mikrofarad sinnum 11,1 volt og þetta gefur okkur 33,3 eða ekki, 33,3 mikrokolomb og fjöldi rafeinda í C3, það er rýmdin þar, C sinnum spennan, svona, og það er þá 4 mikrofarad sinnum 11,1 volt, verður ekki 44,4 mikrokolomb og þetta er lagt saman og þá að gefa 77,7 mikrokolomb. Sami, það er að segja, hér eru 33 og hér eru 44
það lagt saman eru 77. Þannig að hérna er 77,7 og hérna er 77,7 mikrokolomb. Þannig að leiðin er þessi, við einfaldar rásina niður í 1 þétti og það þá heita reyndin, það er hérna heita reyndin. Og síðan til að síðan finnum við hvað við komum okkur rafeindum í þann þétti, Q-ið hérna, og það er bara reyndin á þéttinu sem er spennan og það er 77,7. Það veitum við að sáfjöldi rafeinda í þessum þétti hér, sáfjöldi rafeinda er líka í þessum þétti hér og sáfjöldi rafeinda er í þessum þéttum hér samanlagt. Og þá finnum við spennuna hérna yfir, spennan, við vitum rýmdina og fjölda rafeinda, deilum rýmdina upp í þetta og fáum þetta hérna og til að finna fjölda rafeinda hér og hér, það er hleðsluna, Q-ið eða kolombin, þá við annað bara til að finna spennuna, dreigið þetta hérna frá 50 eða reikna þetta út með svo hætti hérna. Því að deila bara heildarrýmdinni, þetta er hlutend, 7 upp í fjölda rafeinda, þá fáum við 11,1 volt. Þetta er svona blöndur rás og þetta er það er líka hægt að gera það með hlutfallareikningum en ég fer ekkert í þannig. Þetta hér er einfaldasta og besta aðferðin. Takk fyrir.